Amen. Takk Jesus. Já, gott að þekkja ykkur, svona flest, ef ekki öll, en það er gott að þekkja hann. Amen. Það stendur í orðskviðunum 9. kafla og 10. versi að ótti drottins er upphaf þekkingar, ekki? Ótti drottins er upphaf spekinnar. Gamla segir þekkingar og að þekkja hinn heilaga eru hyggindi. Að þekkja hinn heilaga, það eru hyggindi og einhver þýðingin segir að það gefur þér skilning. Ef þú þekkir hann, þá veitir það þér skilning. Og já, það var einhver enn ein þýðing. Ef ég skrifaði ekki, þá gleymi ég því. En málið er að það skiptir svo miklu máli hvern við þekkjum. Það skiptir eiginlega öllu máli. Og veistu hvað? Að þegar þessu lífi lýkur, þá skiptir mjög miklu máli hvern þú þekkir. Og þá er gott að þekkja hinn hæsta, hann sem skapaði okkur. Í Samúels bókinni, 3. kafla og 1. versin þar, það hitti mig, ég var að lesa í gegnum Samúels bókina og þá var, það er svona, ofta það er eitt vers sem situr eftir, það er 3. kaflinn, 1. Samúelsbók, 1. Samúelsbók, 3. kafli og það er sagan hann Samúel að hann var gefinn í musterið. Hanna, mammans, hún gaf Guði son sinn af því að Guð gaf henni son, það er forsagan. Og svo er það einn daginn að Samúel, hann, ef við lesum frá versi 3, að enn var ekki slokna á Guðs lampa en Samúel svaf í musteri Guðs þar sem Guðs örk var. Og þá kallaði drottin á Samúel og hann svaraði, hér er ég. Og hann hljóp til Elí. Og hér er ég því þú kallaðir á mig. Elí sagði, ég hef ekki kallað. Far þú aftur að sofa. Fór hann þá og lagðist til svefns. En drottin kallaði hann að nýju, Samúel. Samúel reis upp, fór til Elí og sagði, hér er ég því að þú kallaðir á mig. En hann sagði, ég hef ekki kallað sonur minn, leggst þú aftur til svefns. En svo kemur vers 7. Samúel þekkti ekki enn drottin. Það getur, hann þekkti ekki ennþá drottin. En hann var í musterinu og allt það. Honum hafði ekki enn birst orð frá drottni. Þá kallaði drottin enn á Samúel í 3. skiptið. Hann reis upp og fór til Elí og sagði, hér er ég því að þú kallaðir á mig. Það er svona góð spurning, hvert ferð þú þegar Guð talar til þín? Ertu vissum að sé Guð og ferðu til hans eða hvað gerur þú? Og þá skildi Elí að það var drottin sem var að kalla á sveinin. Fyrir því sagði Elí við Samúel, farðu og leggstu til svefns, verði nú á því kallað, þá svara þú, tala þú drottin, því að þjónn þinn heyrir. Fór Samúel og lagðist til svefns á sínum stað, þá kom drottin, gekk fram, kallaði sem hinn fyrri skiptin. Samúel, Samúel. Og Samúel svaraði, tala þú drottin, því að þjónn þinn heyrir. Og þetta eru svona fyrstu kynni og fyrstu orðaskiptin milli Samúels og drottins. Þarna kynnist Samúel drottni.
Og drottin mælti þá við Samúel, þá hluti mun ég gera í Ísrael að óma mun fyrir báðum eyrum allra þeirra heyra. Og svo kemur boðskapurinn að Guð, hann ætlaði að dæma Ísrael. En það sem við ætlum að tala að það skiptir svo miklu máli hvern þú þekkir. Og það tvennt sem að ég læri af þessari sögu og hún sú, fyrsta lagi, að margir skynja í þessum heimi að Guð til. Og þeir sem ekki trúa Guð, þeir jafnvel tala æðri mátt. Og margir eru leitandi og stundum telja þeir sig heyra rödd Guðs og þá hlaupa þeir kannski til páfans. Margir tilbiðja páfan og halda hann sé bara jafnvel Guð. Margir hlaupa í jóga og byrja að tilbiðja hindúa guðina. Sumir tilbiðja Guð eða spámann sem heitir Múhameð og halda hann sé frá Guði kominn. Þannig að það svo mikilvægt að þegar Guð talar að við skiljum að það sé Guð og að við komum til hans en ekki annara. Það þrá Guðs að við komum til hans. Og hvernig getum við komið til hans? Jú, við komum að því. Allir í raun og veru geta á Íslandi hafa heyrt nafnið Jesús Kristur. Allir vita það að Jesús stóð fyrir okkar syndir. Allir þekkja trúarjátninguna, ég segi allir. Það var þannig fyrir 20 árum, kannski ekki enn þann dag í dag. En fólk veit Jesúm Krist. Af hverju hlaupa þeir annað? Af hverju koma þeir ekki til Jesú Krist? Og svo það hinn hópurinn. Það eru svo margir sem þjóna í kirkjum, alveg eins og hann Samúel var að gera. Og margir þjóna allt sitt líf í kirkjunni og kynnast aldrei drottni. Það sorglegt. Hugsið ykkur. Að þú getur verið að þjóna og talið að þú sért að þjóna drottni, en þú þekkir aldrei þann sem þú ert að þjóna. Og menn, þeir lifa eins og ég segi stundum, þeir lifa í umbúðunum. Þið vitið að þegar jólin koma, þá stundum heilmikið mál að taka utan af pökkunum og svo verður hérna gólfi fullt af umbúðarbrefi og menn svona, hugsið ykkur hvað það væri heimskulegt ef að við myndum henda gjöfunum okkar og hirða pappírinn. Ég geri það aldrei, ég hendi pappírnum og hirði gjöfina sem kona mín gefur mér og þakka fyrir. Og sjáðu til, Jesús Kristur gjöf Guðs til okkar mannana. En það svo mikið í þessu kirkjustarfi sem eins og umbúðir. Að fólk að það syngur kannski Guð sem það þekkir ekki, það heyrir talað Guðs orð, en það snerti það aldrei og það lifir. Sumir segja, það var einn sem kom hérna fyrir nokkrum árum, hann sagði, hvernig getið þið, af hverju hafið ekki kerti, af hverju kveikið ekki á kerti? Kerti, sagði ég, hvað hefur það með Guð að gera? Jú, kannski getum við sagt, Guð ljós og myrkur alls ekki í honum, það getur verið tákmynd, en sjáðu til, ég þarf ekki að kveikja á kerti til þess að Guð heyri í mér. Af því að hann gaf mér ljósið í hjarta mitt, þannig að ljós hans hið innra með mér og ég þarf ekkert utanaðkomandi ljós til að eiga samfélag við minn Guð. Hann hefur gefið mér þá, ég þekkja nógu vel til þess að vita það. Þannig að það eru svo margir sem eru í kristilegu starfi og þeim langar ekkert að þekkja Guð. Sumir segja, ég frelsaðist og það bara nóg. En sjáðu til, Guð segir í orðinu að hann kallaði okkur ekki bara til að geta frelsað okkur frá syndum okkar, sjáðu til, hann vill eiga samfélag við okkur. Hugsaði bara að
Ísraelsmenn í eyðimörkinni, Guð var búinn að gefa þeim land sem var fljótandi mjólk og hunangi, en þeir bara fóru hring í eyðimörkinni og margir þeirra komust aldrei inn í landið sem Guð gaf þeim og hafði gefið þeim. Og það með marga kristna í dag að það er engin áhuga að kynnast Guði. Já, nú er ég búinn að koma samkomu, ég er búinn að gera mitt. Nei, Guð er að kalla þig að hann vil kynnast þér og hann, auðvitað veit hann allt um þig, en hann vil kynnast þér á þann hátt að þið tveir og eigið samfélag saman. Ég ætla ekki að segja þið tvö vegna þess að Guð er alltaf í karlkyni í Biblíunni. En málið er að hann vill að við kynnumst honum. Og það er vers í öðru Tímóteusarbréfi, 4. kafla 5. vers, sem segir kristna menn, þeir hafa á sér yfirskinn guðrækninnar. Sko við segjum, við erum kristin þjóð, jú. En ef þú fer eitthvað að tala orð Guðs, þá getur það bara orðið hatursorðræða. Þeir hafa á sér yfirskinn guðrækninnar, en þeir hafna krafti hennar. Sjáðu til þeirra orðið, þetta er 2. Tímóteusarbréf, 4. kafli og 5. vers. 2. Tímóteusarbréf, 4. kafli og 5. vers, að mennirnir hafa á sér yfirskinn guðrækninnar, þeir virðast vera svona kristnir en þeir hafna því þegar Guðs orð kemur til þeirra með krafti. Þeir hafna kraftinu. Nú, það er líka vers í 2. Krónikubók sem segir, ef líður minn, 7:14, ef líður minn sem við mig að kendur auðmýki sig og þeir snúa sér frá sínum vondu vegum, þá vil ég heyra þá. Að það virðist vera, og þetta var skrifað til Ísraelsmanna, að þeir voru ekki á þeim vegi sem Guð vildi að þeir væru á. Þeir fóru sinn eigin veg og Guð kallaði það vondan veg. Og það er enn þann dag í dag að Guð lítur á aðra vegu en þann veg sem Jesús lagði sem vonda vegi. Vegna þess að vegurinn sem Jesús lagði er vegur lífsins. Nú, ef við hlustum á Pál postula, þá segir hann í 2. Tímóteusarbréfi, 1. kafla og 12. vers, 2. Tímóteusarbréf, 1. kafli og 12. vers, þá segir hann sér svona, fyrir þá sök líði ég þetta, en eigi fyrirverð ég mig, því að ég veit á hvern ég trúi. Ég veit á hvern ég trúi. Hann þekkti þann sem hann trúði á. Hann trúði bara ekki í einhverju blindni á einhvern Guð sem þjóðkirkjan eða hvítasunukirkjan boðaði. Hann hafði kynnst Guði. Jesús Kristur hafði mætt honum á veginum til Damaskus og Jesús Kristur hafði kallað á hann og hann sagði, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Og þetta er Postulasaga 9:4. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Þannig að þegar kom að Jesú Kristi þá vissi Páll alveg mjög vel að Jesús Kristur, hann var ekki einhver lítil dúkka eða einhver mynd upp á vegg. Hann vissi að það var eitthvað ógurlegt á bakvið þennan Jesúm Krist sem stoppaði hann á veginum til Damaskus. Mikið ljós skein af himni og hann var blindur og hann gat varla gengið. Það þetta leið hann inn til borgarinnar og þar var hann í 3 daga, þar til Guð talaði til Ananíasar og sagði honum að fara og leggja hendur yfir Pál. Þannig að Páll postuli var maður sem ofsótti kirkjuna. Hann mætir Jesú Kristi og Jesús Kristus snýr honum 180 gráður á sinni lífsgöngu. Nákvæmlega sama og Jesús Kristur gerði fyrir mig og hefur gert fyrir okkur mörg. Amen. Og svo var það hann Enok. Hann gekk með Guði. Ef þú gengur með einhverjum,
á hverjum degi, þá kynnust honum. Og ég fullviss það, þó það sé ekki mikið skrifað, en þetta er fyrsta Mósebók 5:24, fyrsta Mósebók 5:24, að Enok, hann gekk með Guði og hann hvarf. Hann var hrifinn upp. Hann var ekki framar. Hann var ekki jarðaður. Fjölskyldan hafði ekki tíma til að syrgja hann. Hann bara fór. Fyrir mig segir þetta mér að það er satt sem Páll talar í fyrra Þessalónikubrefi, að það muni verða upphrifning. Þeir sem þekkja Guð á hinum síðustu dögum, þeir verða hrifnir upp. Þeir eru eins og Enok. Þeir ganga með Guði og þeir eru ekki framar hér á jörðu af því að þeir eru hrifnir upp. Það hefur gerst einu sinni. Reyndar var það annar maður, Elía, hann var hrifinn upp líka í gullvagninum og við syngjum það, en ég veit ekki hversu margir í raun og veru trúa því sem hafa hlustað á Björgvin Halldórsson syngja það. Veit ekki hvort Björgvin Halldórsson trúði því eður ei, veit það ekki, en málið er að Enok gekk með Guði og hann var hrifinn upp. Spurningin er, af hverju þekkja svo fáir Guði í dag? Það segir á einum stað að höfðingi þessa heims, hann hefur blindað augu fólksins svo þeir trúi ekki, og ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það er syndin sem aðskilur manninn frá Guði. Syndin er okkar versta vandamál í þessum heimi. Syndin er vandamálið. Syndin er það afl sem drottnar yfir fólki og leiðir fólk afvega. Guð sagði við Kain að sjáðu syndin, hann persónugerði syndina, hún liggur við dyrnar og hefur hug á þér. Syndin hefur hug á öllum mönnum að leiða þá afvega og leiða þá frá Guði. Og Biblían segir að allir hafa syngað og skortir Guðs dýrð. Allir hafa syngað. Ég hef ekki hitt syndlausan mann. Ég veit einn, það var Jesús Kristur. Hann gekk hér fyrir 2000 árum. En eftir það hefur enginn fæðst syndlaus. Þú fæðist með eðli syndarinnar. Þú fæðist með eðli syndarinnar, þess vegna ertu syndugur. Og málið er að þegar við höfum vit til, þá höfum við vit á að óhlýðnast foreldrum okkar. Þetta eðli er til staðar í okkur. Ef við værum fædd með guðlegu eðli, þá myndum við hlýða foreldrum okkar eins og Jesús Kristur gerði. En það er algengt að heyra fólk segja, heyrðu, trúarbrögð, það eru vandamálin. Ef það væri ekki trúarbrögð, þá er engin stríð. Málið er, jú, það skiptir máli hverju þú trúir, en flest trúarbrögð, þau leið okkur frá Guði. Fólk heldur að trúarbrögð snúist Guð. Nei, trúarbrögð eins og hindúismi, íslam og fleiri þess áttar, þau leið okkur frá hinum sanna Guði. Það er bara málið. Guð, hann sendi son sinn Jesúm Krist til að deyja fyrir syndir okkar, og það er ekki endilega trúarbrögð, hann bara kom, það er staðreynd. Og skaparinn, hann hefur sagt það að þú skalt ekki aðra guði hafa, og það var fyrsta boðorðið sem hann gaf Ísrael. Þú skalt ekki aðra guði hafa. Þú skalt ekki aðra guði hafa. Þannig að það er ekki Guði þóknanlegt. Margir segja öll trúarbrögð bara leið okkur til Guðs. Nei og aftur nei. Fyrsta boðorðið, þú skalt ekki aðra guði hafa. Og það virðist vera þannig að mennirnir eru sérfræðingar í að skapa sína eigin guði og ávöxturinn því miður eftir því. Og mér langar að lesa hérna nokkur vers úr Sálmi 115. Mennirnir eru sérfræðingar í að búa til sína eigin guði. Þeir gerðu það á leiðinni út úr Egyptalandi. Aron, hann bjó til gullkálf. Samt höfðu þeir séð Guð. Hugsið ykkur, hvað menn geta verið heimskir. Er það furða þó að Guð segi, heimskingi segir engin Guð. Það er heimska, þekki ekki hinn hæsta. Og sjáðu hérna að skaparinn hann segir,
þú skalt ekki aðra guði hafa. Svo skulum við lesa hérna skurðgoð þeirra, vers 4, 115 sálmur, vers 4. Skurðgoð þeirra eru silfur og gull, handaverk manna. Skurðgoð þeirra, sem sagt guðir þeirra, eru gull og silfur. Þau hafa munn, þeir búa til munn á þau, en þau tala ekki. Þau hafa eyru, en heyra ekki. Hafið þið séð Búdda, stytturnar? Hann hvorki heyrir sér, né finnur lykt, né talar. Af því að hann bara skurðgoð. Þau hafa eyru en heyra ekki, nef en finna engan þef. Þau hafa hendur en þreifa ekki, fætur en ganga ekki. Þau tala eigi með barka sínum, eins og þau eru verða smiðir þeirra. Allir þeir á þau treysta. Og það með þessar þriðja heims þjóðir, Indland, Pakistan, þið sjáuð örbúðina og fátaktina sem hefur fyllt þessum löndum frá örófi alda, af því að þeir tilbáðu aðra guði og menningin, þeir gera sig eins og þeir eru heiðnir, skurðgoða dýrkendur. Og ég var að hugsa þér ef einhver faðir, ef einhver sonur segir við föður sinn, þú ert ekki faðir minn, sjáðu til, ég er búinn að búa til minn eigin og kemur með styttu. Hvílík heimska. En þetta það sem á bakvið það sem við köllum skurðgoða dýrkun. Og þetta það sem Guð hatar einna mest, að tilbiðja aðra guði. Ég sagði áðan, það skiptir máli hvert við trúum á. Og ef við getum bara skilið okkar Guð, og það maður sem heitir Abraham Lincoln, hann var uppi frá 1809 til, held ég, 1860 og eitthvað, þegar hann var myrtur. En Abraham Lincoln, hann elskaði börnin sín. Hann elskaði börnin sín svo mikið að hann gaf sér alltaf tíma til að tala við börnin sín, þó svo að hann væri á fundi í Hvíta húsinu. Og það ein saga, og ég var að lesa þessar sögur hann Abraham Lincoln, og hann eiginlega minnir mig á ímynd Guðs sem föður. Að strákarnir hans, þeir voru stundum í leik á göngunum og einhvern tímann höfðu þau búið til svona byssur, leikfangabyssur, og þeir virðast hafa getað skotið úr þessum byssum því að þeir bombuðu á hurðina að skrifstofunni. Og það var fundur í Hvíta húsinu og Lincoln, hann kemur í dyrnar og hann kom ekki fram til að skamma þá, heldur tók hann utan þá, og þá var einn af þeim sem hafði meitt sig, einhver vinur sonar hans, og Lincoln tók sér tíma til þess að binda sárin hans. Og hann hafði alltaf tíma fyrir börnin sín. Og það önnur saga, svona svipuð, og hún segir frá því að þeir voru í leik bræðurnir og þeir voru með dúkku. Það var hermaður í fullum herklæðum og þeir voru búin að, í leiknum að þá var þessi hermaður, hann var njósnari og hann var föðurlandssvikari og það átti að taka hann af lífi og það átti að leiða hann fyrir hersveit og hann yrði skotinn til bana. Og þetta var svona leikur og þetta var dúkka. En sá yngsti, hann tók þetta svo alvarlega að hann hljóp inn til pappa og þar var Lincoln að störfum með ritara sínum og hann sagði, Pappi, náðaðu, geturðu náðað þennan hermann? Viltu náða hann, þá fara að taka hann af lífi? Og Abraham Lincoln, hann tók sér tíma til þess að skrifa náðunarbréf fyrir son sinn og hann náðaði dúkkuna. Og mér finnst þetta svo frábært að þessi maður, sem var æðsti maður Bandaríkjanna þá, hann hafði tíma fyrir börnin sín. Og málið að Guð faðir sem situr við stjórnvölinn
af öllum heiminum og hann veit hvað að gerast allstaðar, með svo frábært að hann hefur tíma fyrir þig og fyrir mig, mitt í öllu því sem að gerast í þessum heimi, mitt í öllum þessum spádómum sem að ganga í uppfyllingu og Guð að fylgjast með. Ef að þú kemur til hans sem barnið hans, þá hann tilbúinn að taka á móti þér og líta upp frá öllu og eiga bara samfélag við þig. Ekki hyggjandi að þekkja hinn hæsta? Ekki hyggjandi í því að virkilega að kynnast honum? Það ein önnur saga hérna Abraham Lincoln sem ég langar að lesa fyrir ykkur, vegna þess að þetta bara sýnir svo vel hjartans og þetta sýnir líka svo vel að það skiptir máli hvern við þekkjum. Það skiptir máli að þekkja Guð. Sko, þú getur farið í kirkju og gert allt þetta og þú getur jafnvel gefið 10, þú getur, hjálpað í kórnum og sungið í kórnum, en ef þú þekkir ekki Guð, til hvers? Sjáðu hérna hvað sá sem þekkti pappa sinn gat þegar að hinn fekk engu áorkað. Forsetinn og litli drengurinn. Í stríðinu milli ríkjanna, og þetta var milli ríkjanna, þetta var Suðurríkið og Norðurríkið. Þetta var eiginlega borgarastyrjöld í Bandaríkjunum á þessum árum. Þá missti ungur hermaður í sambandshernum eldri bróður sinn og föður sinn í orrustinu við Gettysburg. Hermaðurinn ákvað að fara til Washington til að hitta Lincoln forseta og biðja hann undanþágu frá herþjónustu, svo hann geti farið aftur og hjálpa systur sinni og móður við vorgróðssetningu á bænum. Þegar hann kom til Washington, eftir að hafa fengið leyfi frá hernum til að flytja mál sitt, fór hann í Hvíta húsið og nálgaðist aðalhliðið og bað að fá að hitta forsetann. Vörðurinn segir við hann: þú getur ekki séð forsetann. Veist ekki að það stríð í gangi? Forsetinn mjög upptekinn maður. Farðu burt, sonur minn, farðu aftur út á víglínuna þar sem þú átt heima. Þetta sagði vörðurinn við Hvíta húsið. Þannig að ungi maðurinn fór mjög niðurdreginn, gekk í burtu og settist á lítinn bekk í garði ekki langt frá Hvíta húsinu. Og þar situr hann þegar lítill drengur kom til hans. Drengurinn segir: hermaður, af hverju þetta svona óhamingjusamur, hvað að? Hermaðurinn horfði á litla drenginn, byrjaði að úthella hjarta sínu fyrir honum. Hann sagði frá því hvernig faðir hans og bróðir hefðu fallið í stríðinu, frá örvæntingafullu ástandi heima. Hann útskýrði að móðir hans og systur hefðu engan til að hjálpa þeim við búskapinn. Litli drengurinn segir við hann: ég get hjálpað þér, hermaður, ég get hjálpað þér. Hann tók í hönd hermannsins, leiddi hann aftur að aðalhliði Hvíta hússins og greinilega tók vörðurinn ekki eftir þeim, því að þeir voru ekki stöðvaðir. Þeir gengu beint að aðaldyrum Hvíta hússins, gengu beint inn. Eftir að þeir komust inn, gengu þeir fram hjá hershöfðingjanum, háttsettum embættismönnum og enginn sagði orð. Hermaðurinn skildi þetta ekki. Hvers vegna reyndi enginn að stöðva þá. Loksins komu þeir að forsetaskrifstofunni, þar sem forsetinn var að vinna, og litli drengurinn bankaði ekki einu sinni. Hann gekk bara beint inn, leiddi hermanninn inn með sér. Þar á bakvið skrifborðið sat Abraham Lincoln og utanríkisráðherra hans. Þeir voru að skoða bardaga áætlanir sem lágu á skrifborðinu. Forsetinn horfði á drenginn, svo að hermanninn og sagði: góðan daginn, Ted, geturðu kynnt mig fyrir vinniðinum? Og Tad Lincoln, sonur forsetans, sagði: pabbi, þessi hermaður þarf að tala við þig. Hermaðurinn, hann bar mál sitt fram fyrir Lincoln forseta þennan dag og þar fékk hann undanþáguna sem hann óskaði eftir. Hann fékk ekki að fara inn. En þegar sonurinn kom og leiddi hann inn fyrir föðurinn, þá var opin leið. Og sjáðu til, sonurinn, Jesús Kristur,
hann hefur gefið okkur aðgang að föðurnum og það opin leið og hann hefur lagt, Krónikubókin talar vondan veg, hann hefur lagt nýjan veg, segir Hebreabréfi 10:20, nýjan veg, lífandi veg fyrir okkur öll, nýjan veg. Þú kemur til hans, endurfæðist, tekur á móti Jesú sem frelsara og þar byrjar samfélagið við Guð. Þá kemur inn í ríki Guðs og þið byrjið eiga samfélag og þú talar við hann á hverjum degi, hann verður þinn ráðgjafi núna. Ekki tíðarandinn, heilagur andi, sem heimurinn sér ekki, nú hann ráðgjafið þinn, þannig að það skiptir máli. Ef þú þekkir hann, þá hefur þú svo margt fram yfir marga aðra. Það hatursorðræða? Nei. Ég þekki konuna mína vegna þess að ég hef búið með henni í 45 ár. Þið sjáið hana hérna, en ég þekki hana betur en þið. Ég skal lofa ykkur því og ég veit ýmislegt sem þið vitið ekki. Og hérna, ég held að sé eins með okkur öll. Við kynnumst ekki fólki fyrr en við förum að búa með þeim. Þá kynnumst við þeim. Og málið að Guð, Adam, hann leiddi okkur frá Guði og Guð byrjaði strax að kalla, Adam, hvar ertu? Og kallið gengur ennþá út í þennan heim, Adam, hvar ertu? Adam, hvar ertu? Ég er búin að gefa son minn Jesúm Krist til að við getum átt samfélag. Þú ert velkomin að forsetaborðinu hvenær sem Þú ert velkomin að borðinu mínu hvenær sem Þannig að Guð, hann hrópar og hann kallar. Og hann kallar á kirkju sína, hann kallar á þá sem ennþá út í heiminum, en hann þráir svo innilega að kirkjan hans og fólkið hans þekki hann. Hann vill fá að ganga með þér. Hann vill fá að ganga með þér á hverjum degi og hann að kalla þig, hann að draga þig. Og hvernig göngum við með honum? Jú, við eigum samfélag við hann. Við eigum samfélag við hann. Einhver sagði, ég nenni því ekki. Segðu það við kærustuna þína þegar þú ert að deyta, heyrðu, ég nenni ekki að borða með þér. Veitu hvaða viðbrögð þú færð? Nenni ekki að tala við þig. Þú segir það ekki. Af því þú ert ástfangin, þá viltu vera með henni. Og systkini, það talaði að við þurfum að endurní okkar fyrsta kærleika. Ef þú ert orðin þreyttur á göngunni með Guði, að þá tími til að verða ástfangin á ný. Ég er ennþá ástfangin af konunni minni og ég er ennþá ástfangin af Guði. Stundum verð ég þreyttur á umbúðunum og það allt í lagi. Ég elska Drottinn. Ég elska ekki umbúðirnar. Ég elska ekki endilega kirkjuveggina hérna. Ég elska hann sem á meðal okkar í dag. Og það segir í Sálmi 9:11, Sálmur 9:11, þeir þekkja nafn þitt treysta þér. Sjáðu, ef þú þekkir nafnið, þá þekkir hann, þá treystur þú. Ef þú þekkir nafnið, þá treystur honum. Þá treystur honum. Því að þú Drottinn yfirgefur eigi, þá þín leita. Við höfum vers í Hebreabréfinu sem segir Drottinn mun aldrei sleppa þér hendinni, aldrei yfirgefa þig. En svo var það lærisveinninn sem Jesús elskaði. Sjáðu, það voru lærisveinnir og af hverju sem sagt var lærisveinninn sem Jesús elskaði. Vitið það að lærisveinninn sem Jesús elskaði, hann sagði sjálfur frá þessu. Og það er mjög merkilegt þetta. Jóhannes, hann var fullviss það að Jesús elskaði hann. Ert þú fullviss að Jesús elskir þig, sama hvað þú gerir? Ertu fullviss að treysturu nafninu? Treysturu því hann elski þig? Eða ertu undir fordæmingu af því að þér finnst þú kannski hafa brugðist honum? Sjáðu til, Jóhannes, hann getur kennt okkur þetta, að hann var alltaf viss að Jesús elskaði hann.
Hann var meira að segja viss að Jesús elskaði hann meira en aðra. Og mér finnst það mjög góð hjartaafstaða að hafa þessa trú. Já, Jesús, sama hvað hann gerir fyrir þig, hann elskar mig. Og aftur að þessu, hafur ekki tekið á móti honum sem frelsara, viltu koma inn á nýja veginn? Það tilgangur lífsins. Það sá vegur sem Jesús lagði fyrir mannkynið, að við getum lifað saman í friði, sátt og samlyndi, þangað til hann hrífur okkur upp eins og Enok. Eða viltu kynnast honum betur eins og Páll postuli talaði Hann segir í Filippíbréfinu, og ég man að hann Keith Wheeler sem ber krossin, þetta var vessið hans sem að hann gekk út á. Þetta var yfirskriftin yfir hans þjónustu. Ég vil þekkja Krist. Ég vil þekkja Krist. Kraft upprisu hans. Samfélag písla hans með því að mótast eftir honum í dauða hans. Og Keith Wheeler hann sagði, ég segi stundum við Jesú, þegar ég að fara að sofa á kvöldin, Jesús, ef þú ert einmana, vektu mig þá. Ef þú ert einmana, Jesús, vektu mig þá. Ég skal vakna og tala við þig. Þetta sagði Keith Wheeler. Hann hefur gengið með kross í, núna held ég 60 ár. Nei, 50 ár. Hann hefur gengið með kross sem sagt, þið hafið séð hann hérna flest, þungan kross, að hjóla á honum, og hann hefur gengið með hann held ég í kringum hálfan heiminn ef ekki meir. Og hann hafði þetta hjarta, hann sagði, Jesús, ef að þú ert einmana. Hann var ekki að biðja Guð að blessa sig, hann var ekki að biðja, hann sagði bara, ég vil þekkja þig betur. Ég vil fá að vera með þig, ég vil þekkja þig. Og jafnvel þó það sé þjáning, þá vil ég samt ganga með þér. Ég vil samt þekkja þig. Og það þetta hjarta sem Guð elskar og Guð leitar eftir. Það skiptir máli hvern við þekkjum. Og sjáðu til, þú segir kannski af hverju fá sumir alltaf bænasvar en ég ekki. Getur verið að sumir elski Guð meira en þú. Kannski er þetta röng kenning og það skiptir máli. Ég veit að það gengur það sama yfir alla ef þú biður Guð að frelsa þig frá syndum þínum. Þá þarf ekki að elska hann til þess, hann elskar þig að fyrra bragði. Ef þú biður Guð að lækna þig af sjúkdómum þínum, þá þarf ekki að elska hann til þess, hann læknaði alla. En það eru hlutir sem að stundum við sjáum að sumir virðast vera nær Guði. Af hverju? Jú, þeir eyða meiri tíma með honum. Þeir þekkja hann. Þeir þekkja hann betur. Þeir eins og búa með honum. Og þetta bara talaði til mín þegar ég las versið Samúel þekkti ekki ennþá drottinn. Hann var að þjóna í musterinu. Og hversu margir þjónar drottins þekkja ekki drottinn. Ég vil frekar hafa minni þjónustu og meiri þekkingu. Kæri vinnu, ég vil þekkja hann. Ég vil þekkja hann. Og ég vil vera þekktur af honum. Þannig að það er bæn mín fyrir okkur öll í dag og fyrir þá sem horfa á netinu að þið lærið að kynnast honum. Það eru hyggindi að þekkja hinn hæsta og það er það besta og viturlegasta sem við getum gert. Því að hvað ætlar annars að gera þegar þú yfirgefur þennan heim ef þú ekki þekkir hann? Jesús sagði, svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og þetta snýst eilífa lífið, kæru vinir. Að þekkja hinn hæsta er eilífa lífið. Amen. Amen. Og við skulum bara kannski rísa á fætur. Og þú veist hvað er í hjarta þínu. Ef að þú vilt koma nær Guði, segðu honum það núna. Segðu honum það í dag að þú viljir elska hann meira. Segðu honum að þú viljir, já, jafnvel leyfa honum að vekja þig þegar hann er einmana.
vegna þess að hann elskar þig. Abraham Lincoln hafði alltaf tíma fyrir syni sína. Drottinn og heilagur andi hefur alltaf tíma fyrir þig. En stundum þurfum við að koma úr skarkalanum og virkilega gefa okkur tíma til að koma inn að borði forsetans. Ég segi bara, Drottinn, ég bið að snerta alla þá sem heyra í dag. Ég bið að snerta systkini mín hér og ég bið Faðir Guð, viltu gefa einum og sér hverjum þrá eftir þér. Viltu gefa einum og sér hverjum hér inni hungur eftir þér í nafninu sem æðra öllum öðrum nöfnum, nafni Jesú. Faðir, við viljum gefa þér dýrðina og við viljum þakka þér fyrir hve mikið þú elskaðir okkur. Og Drottinn, þakka þér fyrir það að þú alltaf tíma fyrir okkur. Þakka þér fyrir það að þú, Drottinn, elskar okkur að eilífu. Amen. Amen. Og mér langar að við endum á að syngja þennan kór aftur. To know him, to know him. Og ef þú vilt koma fram og bara með því játa, já, ég vil nálgast Drottinn, að þá það milli þín og Guðs, þú getur fengið fyrirbæn. En ég trúi því bara að Guð, hann vilji snerta við okkur núna. Og ekki bara að við förum upp og segjum, ok, nú ræðan búinn, kaffi, ég vil að það sem ég hef sagt stingi þig í hjörtum. Það mín bæn að orðið stingi í hjörtum og að dragi þig nær Guð. Til þess talar Guð. Hann vil snert okkur. Hann vil mæta okkur. Og syngdu með mér, to know him is the cry of my heart. Ef þú meinar það. Ég segi bara eins og Dóris, ef þú meinar það ekki syngja það. To know him is the cry of my heart. Spirit, reveal him to me. To hear what he's saying brings joy to my soul. To know him, my Lord. To know him is the cry of my heart. Spirit, reveal him to me. To hear what he's saying brings joy to my soul. To know him, my Lord.